Í Skagafirði eru reknir 3 grunnskólar á 5 stöðum með alls 550 börnum. Einn þessara skóla er grunnskólinn Austanvatna, þar sem 67 börn stunda nám. 6 þeirra er á Sólgörðum í Fljótum, 18 á Hólum í Hjaltadal og 43 á Hofsósi í 1. til 10. bekkjum. Reyndar er ekkert barn í 7. bekk. Flest barnanna koma með skólabílum, þeir sem koma lengst að eru góðan hálftíma hvora leið og það finnst þeim ekkert tiltökumál. Þetta svona hálftími, 25 mínútur. Fer eftir færið. Já, mjög. Segðu mér aðeins erfiða færið í vetur. Hefur einhvern tímann lent í einhverjum vandræðum? Það hefur verið hvasst en það hefur ekki oft verið skól ekki út af miklum snjó en út af frekar miklu vindi, víst af á. Hvernig er að koma þessa leið? Nú talið ég bara þetta í mínútum. Lítið þið á þetta sem einhverja hindrun eða erfiðleika? Nei, þetta var pínu erfitt svona fyrst, maður bara nei, ég nenni ekki að fara á Hofsós. Svo venst maður þessu með tímanum og það málið er við skiptum, við förum í 2 skólabílar reyndar. Við erum á einum skólabíl sem keyrir krökkunum á Sólgarða, yngri krökkunum og það kemur, svo komum við á gagnamótin á Sólgörðum og þar kemur annar skólabíl sem við förum upp í og svo förum við okkur á Hofsós. Hvað þarftu að vakna snemma á morgnana til þess að ná öllu þessu? Korter yfir 7. Hvenær byrjar þá skólinn hér? Hann byrjar 20 mínútur í 9 en við erum komin inn á 20 mínútur yfir 8. Þannig að þetta er alveg, hvað segir, hálftíma akstur, er það ekki meira en það? Nei, í vondveðrum getur þetta verið 40 mínútur. Já, alveg alltaf það. Ég vakna bara þegar mamma vekar mig, það er helt enn. Veistu hvað klukkan er þá? Eitthvað, mamma vekjar að klukkan mín í villi. Skólabragurinn er oft annar í fámennum skólum. Nálægðin og samkenndin er meiri og þá er það sérstakt að fylgjast með yndislestrinum sem hvert barn tekur þátt í 20 mínútur á dag. Er þetta bara einhver svona menning sem að þið hafi komið ykkur upp hérna? Þetta er bara svona fyrir börnin, svo æfum okkur meira í lestrinum að það er eitthvað gott fyrir okkur að lesa og eitthvað, Já. Og finnur þú það? Finnst þér það gott? Það finnst ekki öllum það gaman en maður lætur sig hafa, já. Hvaða bók ertu að lesa? Ég er ekki með bók akkurat núna, ég er nýbúin með eina bókina sem ég man ekki einu sinni. En finnurðu fyrir því að það sé öðruvísi að vera hér í þessum skóla heldur en kannski þeim sem að þú varst í? Já, það er miklu minna og miklu þéttara, það þekkjast meira allir, já. Meiri félagslíf og svoleiðis og meira að gera og svona. Finnst þér það betra? Já, miklu rólegra og betra og ef þú ert í kennslustundum þá færðu meiri hjálp eða það er ekki allir. Já, þannig að það er kosturinn við að vera í svona fámennum skóla. Já. Hér er mikið verið að lesa. Segðu mér frá bókinni sem þú ert að lesa. Ég var að núna klára bók, þetta langt síðan sann, og heitir Skán þín eigin þjóðsaga. Já, afa vísindamann. Hann gerði það, hann ritaði hana. En í íslensku, í hvað bók er það að glugga núna? Hann Indíánan, Jón Gnarr, ævisögu hans, skáld og ævisaga Jón Gnarr. Og hvernig virkar hún á þig? Hún er fyndin svona, hann getur verið, hún er mikið prakkari, já, söguna, já, hún er bara mjög skemmtilega að fyndin finnst mér. Mér langar að lesa hana líka bara. Ég tek hana stundum og lesa hana stundum yfir hana, er ekki að verka hana og svo les. En mér er sagt að hér bara tali krakkar saman, en sé ekki bara með eitthvað í eyrunum, er það rétt? Eru þið enn að tala saman? Já, við erum alveg, leikum okkur mjög mikið í frímínútunum og líka í skólabílum þá erum við mjög mikið að tala saman og hangum ekki alltaf í símanum, en það er samt eitthvað það, en ekkert mikið. Ert þú með einhverja uppáhaldsbók að lesa núna? Já, ég er bara að lesa Indíánan, þannig sem við erum að lesa í íslensku, en mjög skemmtileg. En það eru ekki allir dagar venjulegi dagar í grunnskólanum Austanvatna. Óvenjulegur dagur var til dæmis sá þegar allt starfi snerist dans og nýsköpun. Og sá dagur var festur á filmu, enda nær tækt að komast í klippihandrit í tölvunni sem Baltasar Kormákur og Lilja kona hans gáfu skólanum. Skulum fá smá sýnishorn.
Hvað er svona gaman við að vera í skólanum hérna á Hofsósi? Gaman, það eru frímínúturnar, það eru stóð skemmtilegar. Hvað gerir þið í frímínútum? Við erum með vinalega, þeir sjáum að halda upp í fjörinu og síðan erum við náttúrulega með biljart og bortennis og allt þetta. Fótbolti náttúrulega, hann er alltaf einsall. Okay. Það er, já. Þannig þið hafi alveg nóg að gera, það ykkur vantar ekki tómstundamál hérna? Já, það er í nóg að snúast. Það er. En eins og þú sást nú komst að myndatökunni á hérna þessum sérstaka degi ykkar. Hvernig var fólk eitthvað feimið fyrir fram að vélina? Nei, það var ekkert. Það var bara að dansa eins og það var hægt. Ég tók eftir að þið eru með rosalega flotta græjur, þið eru með bæði góðar vélar og klippi, forrit og góðar tölfur. Hvernig stendur á því? Já, Baltasar bjóðina, hann gaf okkur eitt styrk og eina tölvu til að klippa. Og urðu vörfið að áhugin á þessu hafi aukist í kjölfari? Já, alveg fullt. Þá er alltaf 2 ári svona vika þar sem við erum að æfa að dansa og síðan var bara bætt við það er líka einu svona ári vika þar sem við erum að koma með hugmyndir og framkvæma þær og því var bara bætt við þessa viku. Þannig að við vorum að vinna í því báðu. Hvaða hugmynd komið þið með og þróuðu og kláruðu? Við vorum saman með hugmynd og við komum með bekk sem getur, ef að svona útibekkur, þannig að það rignir á hann, þá getur snúið honum og þá færi þurra hlið upp. En nú styttist í vorið og útskrift 10. bekkingarna 6 sem kveðja skólan sinn, en hvert ætla þau í framhaldsnám? Nú þið að klára 10. bekk hérna, hafið þið fundið fyrir því að það sé erfitt að vera í svona fámennsskóla? Nei, alls ekki. Maður þekkir alltaf miklu betur við það að séu svona fáir. Þannig, já. Líturðu bara á það sem kost? Já, það er pottet. Já. En þú, ert þú sama sinnis? Já, ég er alveg sammála á hann, sko. Þetta er bara kostur. Já. En sko 10. bekkurinn, þið eru hvað, 6 strákar og 1 stelpa. Hvernig farið þið með stelpuna? Vilt þú svara frekar? Já, hún hefur alveg stjórn á okkur líka, sko. Já. Hún hefur róð við ykkur. Já. En núna eftir 10. bekk, hvert ætlar þú í skóla? Ég ætla á Vaffima. Á Akureyri? Já. Hvert stefnir þú? Ég flyt til Reykjavíkur og ætla í menntaskólann í Reykjavík. Fjöllin, fámennið, frelsið og frímínúturnar eru það sem þau sögðust meta best við skólan og kannski er það ekkert skrítið þegar maður horfir í kringum sig á þessum slóðum.